Takk fyrir að bjóða mér að koma og segja ykkur frá atvinnutengingu hjá VIRK. En ég ætla að bytta við hérna, það kom þetta. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá hvernig við þróum atvinnutenginguna hjá VIRK og síðan ætla ég að enda aðeins á ákveðinni rannsókn sem við gerðum með velferðarráðuneytinu viðhorf eða sjónarmið atvinnurekenda gagnvart því að ráða fólk með skerta starfsgetu. En ég ætla fyrst bara að sýna ykkur aðeins tölur. En það eru árið 2018, þá útskrifuðust 1348 einstaklingar úr starfsendurhæfingu frá VIRK og 74% af þeim voru virkir á vinnumarkaðinum. Og þegar við segjum virkir á vinnumarkaðinu þá það fólk sem í vinnu, í atvinnuleit eða í námi og það eru svona 55% af þessu 74% sem fara í vinnu, 10% fara í nám og 10% fari í atvinnuleit og þeir sem útskrifast frá VIRK, það eru 60% sem fari í fullt starf en 40% fari í hlutastörf. Og hérna fyrir nokkrum árum síðan það var ekki sérstök atvinnutenging hjá VIRK. Auðvitað eru ráðgjafarnir okkar út allt land. Þeir eru mjög duglegir að hjálpa fólki í vinnu og það eru margir sem útskrifast með fulla starfsgetu og fá aðstoð hjá ráðgjöfum. En þetta gömul glæra, hún svolítið flókin, en mér langaði bara að sýna ykkur að þetta sýnir hlutfall stöðugilda og þegar við vorum að útskrifa fólk, þá skoðum við framfærslu og 44% af stöðugildanum fóru í vinnu. Þegar við vorum síðan að hringja í þetta fólk 6 og 12 mánuðum seinna, það hafði ekkert aukist fjöldi þeirra sem var farin, við fengum ekki aukningu á stöðugildum. Þannig við hugsaum að við þyrftum að fara kannski stíga aðeins fastar inn fyrir þessa einstaklinga sem eru með skerta starfsgetu, að hjálpa þeim aðeins meira. Og við erum náttúrulega búin að vera í samstarfi við Landspítalann frá því 2014 í verkefni sem kallast IPS-verkefnið og það búið að tala IPS hér sem stendur fyrir Individual Placement and Support og við nýttum okkur þá reynslu sem við höfum þar og við höfum verið í samstarfi við Landspítalann og Heilsugæsluna. En þarna eru einstaklingar með alvarlega geðræn vandamál sem fá aðstoð atvinnulífstengla til að komast inn. Þannig að VIRK kemur með atvinnulífstengilinn inn í þetta mengi. Það eru sérstök klíníksteymi hjá Landspítalanum sem heldur utan líka þennan atvinnulífstengil. En IPS gagnreynt úrræði og búið að sýna með mörgum rannsóknum að þetta það sem virkar. En það líka rannsóknir búin að sýna að þverfagleg starfsendurhæfing sem tengist vinnustæðinu. Hún auðveldar árangursríka endurkomu til vinnu. Þannig að við fórum að sjá, við þurfum að byrja fyrr áður en fólk búið í starfsendurhæfingu og við fórum að líta á vinnu sem úrræði. Og við byrjum að þróa þetta verkefni og við vorum svona að skoða hvað við þurfum að gera og fyrsta sem við hugsuðum var við þurfum að tengjast fyrirtækjum. Þannig við byrjum fyrsta sem við gerðum var að fara í heimsóknir í fyrirtæki og segja frá VIRK, segja frá skertri starfsgetu, segja frá hvað við vorum tilbúin að gera til að aðstoða þetta fólk inn til vinnu og hvernig við ætlum að fylgja þeim eftir og við lögðum áherslu á að fá undirskrift á samstarfssamning. Það var engin skuldbinding en það sem við fengum þar var tengiliður. Þannig að þegar við loksins byrjuðum að taka fólk og það kom og sagði ég vil fara að vinna hér eða einhvers staðar, þá hringdum við í þess fyrirtæki og töluðum við tengiliðin. Hann kom ekki að fjöllum þegar við hringdu og sagði nei, ég ekki með neitt starf. Heldur vissan hvað ég var að fara að segja. Þannig að hann var tilbúin að hlusta og við fengum tækifæri til að senda ferilskrár til fyrirtækjana sem þau síðan skoðuðu og ákveðu ef þau voru tilbúin að taka þetta fólk í viðtal. Það algjörlega vinnuveitandinn sem tekur þessa ákvörðunum að ráða. Ef það ekki ráðning þá tökum við þennan einstakling aftur og við reynum að finna aðra vinnu fyrir hann. En ef það ráðning þá fylgjum við honum eftir inn og við styðjum hann og við styðjum vinnustæðin og við gerum ákveðna vinnuáætlun og við leggjum áherslu á fyrirtæki séu tilbúin að leyfa stigvaxandi endurkomu til vinnu. Mikið af þessu fólki búið lengi í burtu og það þarf tíma til að komast aftur í form til að fara að vinna. Þannig að við erum með þessa atvinnulífstengla sem aðstoða við atvinnuleit, þau aðstoða við ferilskrá, kynningabréf, við undirbúum fólk fyrir atvinnuviðtöl og við kaupum líka ýmis úrræði sem aðstofa fólk til að verða betur sett til að komast inn á vinnumarkaðinn.
Þannig að við leggjum mikla áherslu á að reyna að kynna fyrirtækjum fyrir þessu stigvaxandi endurkomu til vinnu og þetta er rosalega mikilvægt líka fyrir fólk sem er bara að koma tilbaka eftir langtíma veikindi, bara í gömlu vinnuna sína. Það fái tækifæri til að koma og vinna sig upp bæði andlega og líkamlega þannig að ráði við verkefnin, þannig að það gefist ekki upp. Vegna þess að verkefnin, það er búið að vera svo lengi í burtu, við þurfum bara smá tíma til að ná okkur á strik. En það getur verið stundum erfitt fyrir fyrirtæki vegna þess að það er ýmis konar veikindaréttur sem getur haft áhrif á hvort fyrirtæki séu tilbúin í svona. En eins og ég sagði þá er mjög mikilvægt að vera með góð tengsl við vinnumarkaðinn og við erum búin að byggja inn í til dæmis upplýsingakerfi hjá okkur þannig virkni að þegar við skráum fyrirtækin inn og síðan setjum við ákveðna dagsetningu og ef við erum ekki búin að vera í snertingu við fyrirtækin í ákveðin tíma þá flaggaðu upp og við reynum að tengjast þeim aftur bara til að halda þeim vakandi að við erum að núti, við erum með fullt af rosalega góðu fólki sem er að klára starfsendurhæfingu og er tilbúið að vinna. Það þarf bara að fá tækifæri og það er svo sjaldan sem er auglýst eftir hlutastörfum, það er bara eiginlega aldrei auglýst eftir hlutastörfum. Þannig að þetta fólk kannski hefur ekki þessi tækifæri. En við erum semst í dag með 200 fyrirtæki sem samstarfsfyrirtæki. Við erum að fara að skipuleggja ákveðna svona fræðsludagskrá fyrir þessi fyrirtæki sem við ætlum að bjóða þeim í að koma og þá fræða þau ýmis efni sem tengjast velferð á vinnustað. Þannig að, en við erum náttúrulega með mikið fleiri fyrirtæki sem við erum með tengilið og við erum með næstum 1000 fyrirtæki skráð inn í kerfi hjá okkur. Og við erum alltaf að fara að heimsækja og fræða, af því það er það sem mun virka. En já, kannski bara segja ykkur að við náðum að finna 156 störf á síðasta ári og 26 af þessum störfum voru fyrir einstaklinga úr IPS-verkefninu. Það er að taka okkur 3 mánuði að finna starf fyrir hvern og einn og það er að taka okkur 6 mánuði að finna starf fyrir IPS, einstaklingana í IPS-verkefninu. En auðvitað er þetta mismunandi en þetta tekur ákveðin tíma, það þarf náttúrulega að vinna ákveðina vinnu til að fólk, en við fáum á síðasta ári þá fengum við 300 tilvísanir frá ráðgjöfum virk og hjá mörgum er hætt við atvinnutengingu. Það kemur kannski beiðni en síðan er hætt við á ýmsum ástæðum. Svo er líka bara fólk sem er ekkert tilbúið að fara að vinna og það kemur náttúrulega mjög fljótt í ljós og þá náttúrulega er ekkert reynd að tróða fólkin á vinnumarkaðin ef það er ekki tilbúið. Þannig að við erum að ná svona rúmlega 50% í vinnu. Það fara mjög fáir í nám. En þessir einstaklingar sem fengu vinnu hjá okkur, þetta var staða þeirra á vinnumarkaði þegar þeir komu í starfsendurhæfingu. Yfir 90% af þeim voru með enga þátttöku á vinnumarkaði vegna heilsubrests. En það voru 13% sem voru ennþá með ráðningarsamband en þetta ráðningarsamband var allt farið þegar þetta fólk kemur inn í tengingu til okkar og það er ekki óalgengt að fólk langar ekki að snúa aftur tilbaka á gamla vinnustæðin sinn. Þannig að þá þurfum við að reyna að finna aðra vinnu fyrir þau. Þetta er dæmi störf sem við fengum á síðasta ári. Þetta er alls konar störf. Og við erum með samband við mjög mikið af góðum fyrirtækjum, Marel, CCP, Landspítalinn er rosalega öflugur, Reykjavíkurborg líka og Securitas og ég nefni það sérstaklega að það var fyrsta fyrirtækið sem skrifaði undir samstarfssamning við virk þetta þróunarverkefni sem er náttúrulega ekki lengur þróunarverkefni þetta er verkferill hjá virk í dag. Flestir af þessum einstaklingum fóru í hlutastörf, eða 78%, 72% fóru í hlutastörf. En það voru 28% sem fóru í fullt starf. Eftir að þeir fóru að vinna, þó svo þeir væru að koma til okkar og metnir með skerta starfsgetu og þurfa meiri hjálp, að þá þegar þeir fóru að vinna í að komast aftur inn, þá treystu þeir sér í 100% vinnu. Þannig að 43 af þessum 156 fóru í 90-100% starf. Og algengustu starfsgreinarnar er þjónustu, umönnunar og sölustörf, síðan er það sérfræðistörf og svo ósérfræðistörf, eins og við sjáum þarna á hægri myndinni. Menntun þessara einstaklinga.
algengasta menntunin var háskólamenntun og síðan framhaldsskólamenntun og síðan grunnskólamenntun. Þannig að þetta fólk mjög vel menntað, það þarf hlutastarf og það þarf að vera til pláss fyrir þetta fólk inn á vinnumarkaðinu. Og síðan sýni ég aldursdreifingu þessara einstaklinga en hún ekki ósvipuð frá bara almennir aldursdreifingu inni hjá VIRK. En ef við skoðum aðeins íslenska vinnumarkaðinn, þannig ef ég fer aðeins að fara að tala þessa rannsókn, að þá eru semst 250.000 einstaklingar á vinnualdri og 46.000 eru ekki á vinnumarkaði vegna ýmissa ástæðna. Fólk með skerta starfsgetu hefur minni atvinnuþátttöku heldur en þeir sem eru með fulla starfsgetu. Einstaklingar með skerta starfsgetu, þeir eru mikið frekar í hlutastörfum, en samkvæmt Hagstofunni þá einungis 23% af öllum störfum á Íslandi eru hlutastörf. Þannig að þú veist, þetta ekki mjög mikið. Þannig að ef ég segi ykkur aðeins bara stuttlega þessa rannsókn, hún var semst í fyrra. Þetta var rannsókn sem velferðarráðuneytið var með og við tókum þátt og við sáum þarna tækifæri til að skoða hvort okkar fyrirtæki sem við vorum búin að vera að vinna með þarna í 2 ár, hvort þeir myndu vera svari einhvern veginn öðruvísi þessum spurningalista. Og ég sýni ykkur aðeins í lokin hvernig okkar fyrirtæki voru svara, en það voru semst 1313 fyrirtæki sem fengu senda beiðni að vera með og 45% tóku þátt og samkvæmt Gallup sem sá þessa spurningakönnun, þá þetta víst mjög gott svarhlutfall fyrir fyrirtækjarannsóknir. En meiri parturinn af fyrirtækjunum voru fyrirtæki einkarekin fyrirtæki. Það kom í ljós að 69% af þeim sem tóku þátt höfðu verið með einstakling með skerta starfsgetu í vinnu, annaðhvort einn eða fleiri á síðustu 5 árum. En einungis 88% af þessum fyrirtækjum þurftu að gera einhverjar breytingar á vinnustaðnum, fara í einhverjar stórar aðgerðir til að breyta vinnustaðnum. Það sem mikilvægt við það sem að rannsóknir hafa sýnt að þau fyrirtæki sem hafa reynslu af því að vera með fólk með skerta starfsgetu í vinnu, þau eru mikið frekar líklegri til að segja að þau vilji ráða fleiri aftur og þau eru líka líklegri til að segja að þau geti fjölgað hlutastörfum. Þannig að það rosalega mikilvægt að fyrirtæki vilji pröfa að taka fólk inn í hlutastörf, en það mjög algengt að fyrirtæki segja að við erum ekki með nein hlutastörf, það ekki óalgengt. En það voru semst 85% af þeim fyrirtæki sem komu úr okkar gagnagrunni sem hefðu verið með einstaklinga með skerta starfsgetu í vinnu. En það var mjög mikið algengara að þeir sögðu að þeir hefðu þurft að breyta starfinu sjálfu og það sem var algengast var að þeir þurftu að auka leiðbeiningar starfi, sem þýðir náttúrulega að þeir þurftu að auka tíman. Fólk þurfti meiri tíma. Fólk sem að koma úr starfsendurhæfingu, það kannski búið að vera í burtu 2 ár frá vinnumarkaði. Það ekkert tilbúið bara til að stíga inn, það þarf tíma til að venjast, læra verkefnin, komast í samskipti, það bara þessi tími, það þarf tíma til að komast inn í verkefninu og það mjög mikilvægt að fólk fái þennan tíma til að það falli ekki af vinnumarkaði aftur. En við spurðum hver var reynsla þessara fyrirtækja og eins og við sjáum þá yfir 50% þeirra sögðu það væri mjög eða frekar góð reynsla af því að ráða þetta fólk. Það voru einungis 4% sem sögðu voru með slæma reynslu og svo eru þarna 39% sem sögðu bara bæði og góð og slæm. En að hvaða leyti var þessi reynsla góð og sjáu hvað algengast. Það góðir starfsmenn, vinnusamir, duglegir, samviskusamir, stóðu sig vel í starfi. Ég meina þetta fólk sem skila rosalega góðri vinnu. Þannig að þetta ekkert, þó þú sért með skerta starfsgetu, þá þýðir það ekki að þú getur ekki starfið. Þú getur 100% starf í 50% starfshlutfalli. Þannig að þetta ekkert spurningum að þú getur ekki starfið. En hvað það helst sem hindrar vinnustaði að ráða fólk með skerta starfsgetu til vinnu? Og þetta semst ekki prósenta, þetta mikilvægiseinkun og fyrirtæki átt að ráða semst 3 mikilvægustu hlutunum sem þau töldu vera að skipta máli þarna og það fyrsta sæti, ekki hentug störf í boði innan vinnustaðarins. Og hérna hlutverk atvinnulífstengilsins hjá okkur, vegna þess að við erum búin að fara inn á þessa vinnustaði og við erum búin að fræða þá, þannig að þegar við hringjum þá eru þeir mikið frekar jákvæðari að skoða, vegna þess að það sem auglýst aðeins toppurinn á ísjakanum.
það fullt af störfum þarna undir sem að ekkert auglýst og ef maður reynir ekki að fara að ná í þau, þannig að við erum eins og við erum svona veiðimenn, við förum út og reynum að veiða störf í fyrirtækjunum sem einstaklingunum langar til að fara að vinna í og við erum náttúrulega að miðla fólki með viðeigandi reynslu í ákveðin störf, við erum ekki að reyna að tróða fólki inn í starf sem að það ræður ekki við, en þetta vilja fyrirtæki ekki ráða þannig starfsfólk, þau vilja ráða fólk sem ræður við starfi sem þeir eru að bjóða. Og síðan spurðum við alla hvað myndi hvetja þeirra vinnustað til að geta tekið fleiri með skerta starfsgetu í vinnu og þá sjáum við þetta efst. Þetta líka mikilvægiseinkun, þannig að efst var niðurgreiðsla launa, niðurfelling á opinberum, launatengdum gjöldum og eða skattaívilnanir. Og þetta er mjög algengt að sé gert í öðrum löndum. Þetta er ekki gert hér, það er ekki gert neitt, ekki svo ég viti. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem að mætti skoða. Og svo kannski mikilvægt að skoða þetta meiri eftirfylgd og stuðningur frá aðilum sem sinna starfsendurhæfingu. Fyrirtæki, og það eru rannsóknir þarna úti sem að segja, að fyrirtæki þau vilja fá þennan stuðning, þau vilja fá hjálp, þau vita kannski ekki alveg hvað þau þurfa að gera til að koma til móts við þennan einstakling sem með skerta starfsgetu, þannig að þau vilja fá hjálp. Við spurðum líka fjölgun hlutastarfa og 50% af fyrirtækjum sem tóku þátt töldust mögulegt að þau gætu fjölga hlutastörfum. Og hvernig vinnustæðir voru þetta? Þetta voru aðalega vinnustæðir með fleiri en 70 starfsmenn voru líklegri að segja að þeir gætu fjölga hlutastörfum. Einnig fyrirtæki í opinbera geiranum og sjálfseignarstofnanir, þau voru jákvæðari líka. Og svo þessi vinnustæðir sem voru með mjög góða og frekar góða reynslu, þau sögðu líka flest að þau gætu fjölga hlutastörfum hjá sér. En þau fyrirtæki sem sögðust ekki geta það voru þessi fyrirtæki sem hafði enga reynslu af því að hafa þetta fólk í vinnu hjá sér. Og svo voru helstu hindranir gagnvart því að fjölga hlutastörfum og það var bara sama og hindrunin gegn því að ráða þetta fólk í vinnu, að það ekki þörf á starfsfólki, það ekki til störf. Og síðan fengu allir þessa spurningu hvaða kostir væru við það að ráða fólk með skerta starfsgetu og sjáu það 78% fyrirtækjana sögðu að þau vildu sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Og mér langar bara að segja hér að því að Virk í mjög miklu samstarfi við fyrirtæki að við mætum rosalega góðu viðmóti, fyrirtæki vilja taka þátt, þau vilja geta tekið þátt í þessu og komið til móts við þetta fólk en þeir þurfa stuðning, það er bara alveg á hreinu og það þarf kannski ekki nema bara stuðning í byrjun, bara meðan fólk að ná tökum á starfinu, síðan náttúrulega fer Virk frá, við erum með stuðning inn í starf upp í 3 mánuði, en margir fara bara í störf á þess að þurfa neitt stuðning og við erum líka með það val fyrir þá sem koma í atvinnutengingu hjá okkur, að ef að þau vilja ekki að það sé sagt að þau séu í starfsendurhæfingu, þá erum við ekki þar. En við aðstoðum þau við að finna vinnu, undirbúa sig, þau fara í alls konar námskeið, þannig að það er ekki skylda að Virk sé þarna með þeim, bara ef að þau vilja. Og síðan þetta sérstaklega mín, og það aðeins fyrirtækin sem eru úr gagnagrunni Virk. En þau fyrirtæki sem tóku þá frá okkur, þau voru líklegri til að telja mikilvægt að vera með starfsfólk með ólíkan bakgrunn á vinnustaðnum. Þau voru líka líklegri til að vera ósammála þeirri staðhæfingu að þetta fólk væri með meiri veikindafjarveru og það yrði frekar fyrir vinnuslysum og rannsóknir úti ekkert að segja, þau að segja að þetta fólk ekki með meiri veikindafjarveru, ef eitthvað þá eru þau kannski með minni. Það er allavega til rannsóknir sem segja það líka. Líka fyrirtæki sem voru í samstarfi við okkur, þau voru líka með skýra stefnu og verklagsreglu varðandi endur komið til vinnu eftir veikindi. Og rannsóknir eru búin að sýna ef að fyrirtæki eru með svona system, þá gengur fólki mikið betur að koma aftur til vinnu. Og síðan voru þau líka líklegri til að grípa til ákveðna aðgerða til að koma til móts við fólk
sem var að koma aftur í vinnu eða þau voru að ráða í starf. Þannig að bara að lokum, þá finnst mér mjög mikilvægt að það sé rými á vinnumarkaðinu fyrir okkur öll með alls konar starfsgetu og við þurfum að fjölga hlutastörfum. Það bara, ég meina, fólk getur ekkert farið í 100% starf og auðvitað þarf að koma á móti þá eitthvað frá ríkinu þannig að fólk geti haft næg laun til framfærslu. Af því að vinna gott fyrir okkur, en náttúrulega ekkert gott fyrir okkur að vinna alltaf mikið þar sem við ráðum ekki við þetta og við verðum bara kannski meira við. Og við teljum að það þetta samband sem við höfum við fyrirtæki sem svo mikilvægt, sem eykur líkurnar á að við fáum þessi störf hjá þeim. Takk fyrir.